Býð ykkur öll hjartalega velkomin. Ég býð ykkur gleðilegan hvíldardag. Happy Sabbath, Feliz Sabbato. Ég þarf að læra það líka á úkraínsku. Hvernig segir maður á úkraínsku? Gleðilegan hvíldardag. How to say Happy Sabbath in Ukrainian? Sorry? Mjög gott. Mjög gott. Það er gaman að vera með gesti frá víðsvegar á heiminum. En við skulum áður en hefjum stundina lúta höfði saman í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir hvíldardaginn þinn. Við þökkum þér fyrir alla þínar blessanir og við biðjum þig um að vera með okkur í dag. Við biðjum þig um að vera með þeim sem eru á leiðinni og þeim sem eru að fylgjast með á netinu og einnig þeim sem ekki komist í dag. Við biðjum þig um að blessa og vera með okkur og gefa okkur ríkulega þínum heilaga anda. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina með að syngja saman sálmi númer 10. Hann kemur hér á skjánum, lofa sál mín, lávarð himna. Já, það er dýrlegt að fá að koma saman og syngja og gott að heyra að þið takið vel undir. Við skulum allt áfram og syngja sálmi númer 387. Ég veit að lifir lausnarinn. Númer 387. Oh,
tóku vel undir. Mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Ég ætla að lesa ritningavers. Ritningavers sem ræðumaðurinn hefur valið í dag að finna í Jóhannesi 1. kafla og 38. versi. Og þar ritað: Jesús sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá: Hvers leitið þið? Þeir svara: Rabbi, það þýðir meistari, hvar dvelst þú? Við skulum krjúpa til bænar þeir sem treysta sér til. Kæri himneski Faðir, við komum frammi fyrir þinn náðarstól. Við biðjum þig að fyrirgefa okkur våra syndir og okkar afbrot. Kæri Faðir, við biðjum þig að útdeila þínum heila anda yfir okkur. Við biðjum þig að taka frá okkur þetta daglega líf og amstur, þessar áhyggjur sem að hjaka okkur í gegnum vikuna. Kæri Faðir, við biðjum þig að þú megir gefa okkur þinn frið. Kæri Faðir, við biðjum þig fyrir öllum þeim bænaratriðum sem eru rituð í bænabókina. Kæri Faðir, þú þekkir bænarefnin sem í huga vor og við biðjum þig að blessa, lækna og líkna. Kæri Faðir, við biðjum þig alveg sérstaklega fyrir fyrirlestararöðunum sem í gangi núna, hér í Loftsalnum. Þegar Jan Harry tekur við, fyrir starfinu sem í gangi í Ingólfsstræti, þar sem verið að predika fyrir þá sem eru úkraínskumælandi, en einnig líka á Selfossi, þar sem verið að ná til fólksins þar. Kæri Faðir, við biðjum þín heila handa að leiða og styrkja og styðja allt þetta starf. Við biðjum þig að vera með okkur. Við biðjum þig að gæta ráðamönnum þjóðar okkar og að þú megir gefa frið og öryggi, bæði hér og út í heiminum sem fullur af óvissu og ólgu og stríðum. Kæri Faðir, við lítum fram til þess tíðar þegar þú kemur í skýjunum. Og við biðjum þig að hjálpa okkur að vera trú allt til efsta dags, að þú megir nota okkur til að ná til annara. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Við skulum syngja annan sálm, sálmur nummer 419, Heyr nú kallar. Sálmur nummer 419. Jesus,
Já, við skulum vona það að við megum svara frekar. Hér ég, send mig, frekar en ekkert verk handa mér. Guð kallar svo sannarlega og uppskeran í hönd fer. Það komið að því að við tökum upp gjafir og gjafina renna þessu sinni í safnaðarsjóð. Þetta eru frjáls framlög sem eru nýtt til að reka húsnæði hér og safnaðarstarfið. Kæri himneski Faðir, við byggjum þig að margfalda þessar gjafir og blessa þær, að þær megi vera starfið þínum til framdráttar í Jesú nafni. Amen. Takk. Jæja, krakkar, þá komið að því að við syngjum barnasálminn, númer 179, Jesús hann oss elskar öll, og við syngjum hann eins og vanalega á íslensku fyrst, svo spænsku svo ensku. Endilega komið fram börn, það verður fleiri börn og hlustið á barnasöguna. Good morning. And happy Sabbath to you. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag öll sömul. I know that Esther will like this story. Ég veit að henni Ester Lilju finnst þessi saga góð. And I know that adults love more that story than children. Og ég vissi að fullorðna fólki hrifnar af þessari sögu heldur en börnin. Do you believe that God answers prayer? Trúið þið því að Guð svari bænum? Amen. What's your name? Hvað heitir þú?
Manuel, do you believe that God answers prayer? Trúir þú því að Guð svari bænum? Yes, he does. Já. Do you believe that God answers prayer? Trúir Yes, he does. And I'm going to tell you a story of God answering a prayer Ég ætla að segja ykkur sögu af því hvernig Guð svarar bænum in a very special way. á mjög sérstakan hátt. Are you ready for the story? Eru þið tilbúin fyrir söguna? I am too. Ég er líka tilbúin. A pastor had a little cat. Einu sinni var prestur sem átti lítinn kött. One day, the little cat climbed up on a tree. Einu sinni klifraði kötturinn upp tré. It was not a big tree, Það var ekki stórt tré. so he could not climb on the tree to Ma- get the cat. Það var ekki nógu sterkt til hann geti klifrað upp tréð. It was a rather thin tree. Þetta var mjög mjótt tré. So he tried all means to get the cat down from the tree. Og alltaf var reyna að ná kettinu niður. He brought milk. Hann kom með mjólkandakísu. Meow, 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 meow. And the cat did not come down. En kötturinn vildi ekki koma niður. He tried everything he could to get the cat down from the tree. It did not work. Hann reyndi að ná kettinu niður alveg sama hvað og það gekk ekki. So he had an idea. Nú fékk hann góða hugmynd. Are you with me? Are you following me? Eru það að fylgjast með? So he had a rope, a piece of rope. Hann var með langt reipi He took the rope eða svona snæri and tied on the tree. og hann batt snærið tréð One end. á einum enda. The other end of the rope Og svo hinum endanum, he tied to his car. svo batt hann hinn endan við bílinn. So he said, listen, he said, Vitið þið hvað hann sagði? he will drive away, Nú ætla hann að keyra bílinn the tree will bend, og þá mun tréð bogna, bogna bend, og bogna bend, og bogna and he will reach the cat. og þá getur hann náð kettinum. That's a good plan. Er þetta ekki góð áform? Wonderful plan. Frábært, When it works. ef þetta virkar. Now, he was watching in the, follow me. He was watching in the mirror Hann var að horfa í speklinum and he drove 1 meter. og hann keyrði 1 meter áfram He said, that's not enough. og hann sagði, þetta er He ekki nóg. drove another meter. Svo keyrði hann annan meter og Oh, sagði, that's not enough. þetta er ekki nóg. He drove another meter. Keyrði annan meter And all of a sudden, og allt í einu, he heard snap, og allt í einu heyrði svona, snap. klikk. The rope broke. Það reip, snæri And there slitnaði was flying in the sky. og kötturinn There was a flaug. cat flying in the sky. Kötturinn flaug bara eitthvert. He went to look for his cat everywhere, Manuel. He went to look for his cat everywhere, Fór að leita kettinum út allt, but could not see the cat. en fann ekki köttin. A pastor has to work. En presturinn þurfti svo að fara í vinnuna So he said, I will leave the cat in God's hands. I will continue my work. og ég ætla að láta köttin í Guðs hendur, ég þarf að fara að vinna. After a few days, listen to me. Now the story becomes interesting. After a few days, Eftir nokkra daga, the pastor was in the supermarket, Bonus. þá var presturinn í Bónus, He was in the supermarket. hann var í Bónus, And he saw a sister at his church. og þá sá hann konu sem var í kirkjunni hans. Everyone at church knows that this sister, she hates cats. Everyone at church, even the pastor, they knew that. She hates cats. Og allir vissu að hún hataði ketti. But in her trolley at Bonus, in her trolley at the supermarket, En þegar hún var í Bónus, she had cat's food in Þá- the trolley. þá var hún með kattamat So the pastor said, í kerrunni.
That's very strange. Og þá sagði presturinn, þetta er skrítið. You hate cats? Þú þolir ekki ketti. What are you doing with cats' food? Hvað ertu að gera með kattamat hér? Oh, she said, Pastor, I have to tell you the story. Æ, ég verð að segja söguna. Pastor, I have to tell you the story. Christian, I have to tell you the story. Ég verð að segja söguna. Pastor said, tell me the story. Og þá sagði presturinn, segðu mér söguna. Pastor, one afternoon, Prestur einn eftirmiddag, my little boy sonur minn, came back from school. þá kom sonur minn úr skólanum And she said, Mother, og hann sagði, mamma, I want a cat. mér langar í kísu. No cats in my house. I hate cats. Og hún sagði, nei, engan kött hingað inn, ég hata ketti. The little boy said, Mother, please, give me a cat. Og strákurinn sagði, æ, mamma, gef mér kött. At school, everyone has a cat in my class. Allir í skólanum eiga kött. I am the only one without a cat. Ég er eini sem á engan kött. Please, mama, give me a cat. Æ, mamma, viltu gefa mér kött? I say no. Og mamma sagði, nei. Oh, please, mama. Og ég sagði, nei. So mama said, Mamma sagði, okay, I will give you a cat. ég ætla að leyfa þér að eiga kött. Only if God sends you a cat from heaven. Og þá ætla ég bara að gefa þér kött ef að Guð sendi þér kött frá himnum. I will give you a cat only if God sends you a cat from heaven. Okay, mama, okay. Og þá sagði strákurinn, allt í lagi, mamma. So he went out in the garden. Þannig að þá fór hann út í garð. And on the grass in the garden he knelt. Og þannig að hann fór út í garð og fór á hnén. And said, God, og sagði, Guð, please, elsku Guð, give me a cat. gefðu mér kött. Because if you give me a cat, Af því ef þú gefur mér kött, mama will accept the cat. þá mun mamma taka við kettin. Pastor, En I prestur, was in the kitchen, ég var mother í said. eldhúsinu I was watching my son in the garden. og ég var að horfa á son When minn he opened his eyes, þegar hann opnaði there augun was a cat flying in the sky. og þá And there was a cat flying in the sky and landed in front of him. He grabbed the cat and said, Mama, God sent me a cat. og hann sá kött. Kötturinn flaug í gegnum heiminin og beint niður í garðinn hjá syni mínum. I had to keep my promise. Þannig að ég varð að halda If við God gives you a cat, I will accept the cat. ef að So that's the whole story, Pastor. Guð gefur syni mínum kött, þá verð ég The að leifa bottom hann það. line of the story, little children, is that God, Esther, God answers prayer. Your little cat is here. Okay, that's not a cat though, right? It is, right? Oh, it's a giraffe. Oh, sorry. I'm very good I'm very bad. Oh, good. So Jesus, God answers prayer. Þannig að And I Jesús- want you to know that. Jesús- He answers your prayers. Jesús svarar bænum. So next time you have a challenge, please don't forget Ekki- to go to him first. Is that a good deal? Þegar að þið lendi í vandræðum, ekki Blessings gleyma, to you. May the Lord bless you, little children. And I did tell you that the adults like the story more than the children. May God bless you. Should we pray? eigum að biðja. Gracious Father, Kæri faðir, thank you that you listen to prayers of little children also. takk fyrir að þú hlusta líka bæni barnanna. Help my young friends Hjálpaðu ungu vinum mínum hér to trust you daily, að treysta á þig daglega. because we have prayed in Jesus' name. Og við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. 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 Þið hafið nú þegar heyrt í Hensley, Morven, en ég ætlaði bara rétt að leyfa honum aðeins að kynna sig. Ef ég skipti yfir á ensku, það er lagið ykkur. Já. I'm sorry, I call you by your first name because that's what we do in Iceland, but that's Please, maybe not. Yeah, Hensley is good. I was just wondering if you would introduce yourself a little bit to Oh. us. I can say all good things about me then, right? I am Pastor Hensley Muruven.
I currently serve as the Under-Secretary at the General Conference. Hann starfar sem sagt hjá aðalsamtökunum og svona, hvað heitir, aðstoðarritari. I know some of you maybe from the screen at the GC session. Og ég þekki sum ykkar frá skjánum á fundinum. I have a good friend in the audience, my twin brother, Viktor Alexeyenko. Og tvíburabróðir hans, hann Viktor hérna með okkur. And I'm here with my wife, Valerie. Og Valerie konan hans hér. We are here on a few days to visit your nice country. Og þau hérna í heimsókn til að skoða fallega Ísland. Originally, I'm from Mauritius. Ég uppalega frá Mauritius. And I enjoy preaching the word of God. Og ég nýt þess að boða orð Guðs. Thank you very much, and I think now is the time to preach. Yes. Nú tekur hann við. Thank you. I prefer to use the time to share the word of God than more about me. Good morning again and happy Sabbath. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. I hope we will enjoy the next few minutes because they will be spent in the Word of God. Ég ætla að vona að við njótum næstu mínútna vegna þess að við munum verja þeim í orði Guðs. I have entitled the sermon of today, Going on God's Mission. Ég hef gefið þessari ræðu titilinn að fara í trúboð Drottins. In line with the theme of our church, our global church, I will go on God's mission. Og eftir því sem að kirkjan okkar á heimsvísu boðar, þá ég líka að fara í trúboð. But before, I would like us to agree on what this mission of God is all about. Og áður en við gerum það, þá vilja við skiljum hvað þetta snýst trúboð Guðs. Because all of us can be involved, Sister Linda, in a mission. All of us can be involved in the mission. Öll hér inni getum tekið þátt í trúboði. But it is not about your mission. It is about God's mission. Þetta ekki þitt trúboð heldur það sem Guð hefur í huga að gera. So it is important for us to know what God's mission is. Þannig að það mikilvægt að vita hvert trúboð Guðs. And the word of God will help us define it. Og orð Guðs mun hjálpa okkur að skilgreina það. And then I will give you practical ways how Jesus accomplished that mission. Og svo ætla ég að gefa ykkur praktísk ráð það hvernig Jesús náði þessu fram. But first, what was God's mission? En fyrst og fremst, hvert var trúboð Guðs? Luke 19, open your Bible with me, please. Luke 19, verse 10. Förum í Lúkasar Guðspjall 19:10. This is God's mission given to his son Jesus. Þetta trúboð Jesú sem gefið af Guði. Luke 19:10. Förum í Lúkasar Guðspjall 19:10. For the Son of Man has come to seek and save the lost. Því að mannssonurinn kominn að leita að hinu týnda og frelsa það. That was the mission of God, to seek and save the lost. Þetta var trúboð Guðs, að leita að hinu týnda og frelsa það. That is clear, right? Þetta mjög skýrt. His mission is to seek those who are lost and save them. Þetta hans trúboð, að leita hins týnda og frelsa það. And he gave that same mission to you and to me. Og hann gaf okkur öllum þetta verkefni. But how will he do that practically every day? How will he do that? En hvernig mun hann gera þetta svona dagsdaglega? I love sharing the word of God. Ég hef mikið yndi af því að deila orði. In the next few minutes, Ég hef mikið yndi af því að deila orði Guðs we will og study the first 6 chapters of the Gospel of John. Mér langar að segja að við munum núna að tala fyrstu kaflana í Jóhannesar Guðspjalli. And we will see what Jesus was doing daily to accomplish that mission, so you and I can do the same. Og við munum sjá hvað Jesús var að gera daglega svo að við getum gert alveg eins og hann.
John 1:38, the one we just read, Jóhannes 1:38 eins og við vorum að lesa áðan. Jesus turned to two disciples who were following him. Þá sneri Jesús sér að lærisveinum sem voru að fylgja honum. And he asked them, what are you looking for? Og hann spurði, hverju þið að leitast eftir? John 1:38. Og Jóhannes 1:38. What are you looking for? Hvers leitið þið? What do you need? Hvað það sem þið þarfnist? So in John 1, Þannig að í fyrsta kaflanum í Jóhannes Guðspjalli, Jesus establishes a fact. þá kemur hann með staðreynd. Mankind has needs. Mannkynið hefur einhverja þörf. John 1:38, what are you looking for? What do you need? Hvers leitið þið? Hvað þarfnist þið? So John 1 shows that mankind has needs. Þannig að fyrsti kafli Jóhannesar sýnir fram á hvað mannkynið þarfnast. Help me. Hjálpið mér nú. What are the needs of man? Hverjar eru þarfir mannsins? Tell me, what do mankind, what do we need? Tell me. Hvað Food, þarfnast? thank you, we need food. Yes, what do we need? Við þurfum mat, House, we need shelter. Very good. What do we need? húsnæði, Love, exactly. What do we need? kærleika, Health, what do we need? heilsu, frið. Peace, yes, thank you. So, follow me. John 1, we are in John 1. Við erum í Jóhannesar By the time I Guðspjalli. reach there, I will be in John 6. But now I'm in John 1. Follow me. It's interesting what we're going to. So John 1, what do you need? Vi- Because mankind has needs. Já, við erum í Jóhannesar Guðspjalli í fyrsta kafla og ég mun fara alveg yfir í sjötta kafla, en núna erum við í fyrsta kaflanum. Mannkynið hefur þarfir. In John 2, Ef við förum í Jóhannesar Guðspjall annan kafla, what happens in John 2? hvað gerist þar? Jesus was in a wedding. Þar var Jesús í brúðkaupi. In that wedding, there was not enough drink. Í þessu brúðkaupi vantaði drykkin. Have you ever attended a wedding Hafið einhvern tímann farið í brúðkaup where there was not enough food or drink? þar sem var ekki nógu matur eða drykkir? Have you? Einhvern tímann? Never. Aldrei. Why? Af hverju? Because, follow me. In a wedding where there is not enough food, where there is not enough drink, it is a social embarrassment. Þannig að ef þið farið í brúðkaup þar sem vantar mat og drykk, þá það náttúrulega til skammar í þjóðfélaginu. If in your wedding there is not enough drink, there is not enough food, you will be embarrassed your whole life. Þannig að þetta mun vera skömm á þig allan þína ævi. Do you believe me? Trúið mér. Come here. Má ég sjá þig hérna. This is a little risky to do that, but let's say this is the newlywed couple, right? Sjá, I need a young lady. A young lady it is better, right? Because this is risky. Come with me. One second. Come. Yeah, come. nú ætlum við að vera með smá sýnikenslu. Come. No worry. Come here. Ekki hafa neinar áhyggjur. This is the newlywed couple No, in the Bible. They that- are newlywed. They are walking in the village. Let's walk in the village. They are walking in the village. No, You know how young couple recently married, they walk together in the village. And people look at them. Og unga parið það gengur þorpið og fólki lítur til þeirra og And people just say, oh, in their wedding, there was not enough drink. Oh, this is a social embarrassment. Their whole life, people will remember that in their wedding, there was not enough drink. Do you agree with me? This is a social embarrassment. Thank you. You're newlywed. þannig að This is a big social embarrassment. Jesus anticipates that social need, and Jesus comes and answers that social need. já, þarna skömm í þjóðfélaginu en Jesús kemur á móts við þessa þörf hjá fólkinu að verða sér ekki til skammar. Do you have people in your church
Eru who þið með, have social needs? með fólk hérna í kirkjunni sem hefur einhvers konar félagslega þörf? Do you have people in your community who have social needs? Fólk í samfélaginu sem hefur félagslega þörf? I have stopped by at your church today to tell you that Jesus was able to satisfy their social needs. Og ég komin hér í dag að segja ykkur að Jesús, hann gat uppfyllt þeirra þörf, þessa félagslegu þörf. John 1, what do you need? Í Jóhannes 1, hvar þörfin? John 2, a social need. Númer 2, þar félagslega þörfin. John 3, og Jóhannesar guðspjall. what happens in John 3? Hvað gerist í 3. kafla Jóhannesar guðspjall? Nicodemus Þar kemur comes Nikodemus, to Jesus at night. hittir Jesús kvöld Ellen White says og Ellen White segir that Nicodemus had a spiritual need. að hann hafi haft andlega þörf. He wanted to know how to be saved. Hann vildi hvernig hann gæti frelsast. He had a spiritual need. Hann var með andlega þörf. Do you have people in your local church who have a spiritual need? Fólk hér í kirkjunni sem hefur andlega þörf? Do you have people in your community who have a spiritual need? Fólk í þjóðfélaginu sem hefur þörf, I andlega have þörf? come to your church today to tell you Ég, that Jesus is able to answer your spiritual need. og ég komin hér í dag til að segja ykkur að Jesús getur uppfyllt ykkar andlegu þörf. So in John 1, Þannig að í Jóhannesar guðspjalli 1. kafla, what do you need? hvað þarftu? In John 2, Í 2. kafla, social need. félagsleg þörf. In John 3, Í Jóhannesi 3, spiritual need. andleg þörf. John 4, Jóhannesar guðspjall 4. kafla. what happens in John 4? Hvað gerist þar? There was a woman. Þar var kona. Listen, this woman had 5 husbands. Hún átti 5 eiginmenn And the one she was now, that is the 6th husband, og 7. maðurinn sem hún var með was not hers. var ekki hennar Are eiginmaður. you with me? That's the story in John 4. Þetta sagan í 4. kaflanum. She had 5 husbands, Hún var með 5 menn and the one she was with now, that is the 6th husband, was not even hers. og 7. maðurinn sem hún var með var ekki eins og maðurinn hennar. Do you know that John, the Gospel of John, Vissuð þið að í guðspjalli Jóhannesar, when John writes Revelation, þegar hann skrifar opinberunarbókina, he uses a lot the figure 7. þá notar hann þessa tölu 7. 7 churches, 7 kirkjur, 7 seals, Sjö- 7 trumpets. So John likes 7. 7 innsigli, 7 lúðrar Now listen to what John will do. og honum líka vel við töluna 7. This woman had 5 husbands. Konan átti 5 She eiginmann was with one now, that's 6 men. og hún var með þennum 7. All these 6 men have come to exploit her, Og to þessir, get something from her. 6 menn hafa komið til að ná einhverju frá But henni. now John introduces her to a 7th man, Jesus. Og nú kynnir Guð hana fyrir 7. manninum Jesú. The 7th man. Þessi 7. maður, This man is not coming to get something from her. He is coming to give her something. og hann ekki kominn til að taka eitthvað af henni heldur að gefa henni eitthvað. Because she had an emotional need of being loved. Hún var með þessa þörf að þurfa að vera elskuð. Do you have people at church who have an emotional need of being loved? Einhver í þessari kirkju sem hefur þessa Do þörf you að vera, have people in the community around where you live who have the emotional need of being loved? einhver í þessi þjóðfélagi sem hafa þessa þörf að vera elskuð? I have come to tell you, Ég hef komin hingað Jesus til að segja ykkur, can meet these needs. Jesús getur komið á móts við þessa þörf. Jesus can meet your need wherever you are. Jesús getur komið á móts við þína þörf hvar sem þú ert. In John 1, Og í 1. kafla what do you Jóhannesar, need? hvað það sem þú þarnast? John 2, Jóhannes 2, social need. félagsleg þörf. John 3,
Jóhannes 3, spiritual need. andleg þörf, John 4, 4. kaplinn, emotional need. tilfinningaleg þörf. But before I move, En áður en við höldum áfram, I need your attention here. nú þarf ég athygli ykkar. I need your total attention. Ég þarf að þið hafið fulla athygli núna. John does something very powerful here. Jóhannes gerir eitthvað mjög kröftugt. In John 3, Í Jóhannesar Guðspjalli 3. kapla, you have a man, þar maður. right? In John 4, you have a woman. Og í 4. Follow me. kaplanum, Look at my two hands. Look at my two hands. In John 3, you have a man. í 3. kapla erum við með mann In John 4, you have a woman. og í 4. kaplanum kona. In John 3, you have a man of good reputation. Og þar í 3. kapla maður með góða, In John 4, you have a woman of bad reputation. við höfum mann með gott orðspor og í kapla 4 In kona John 3, með, you have a man of good reputation who comes by night. já, og konan með slæmt orðspor og svo kemur í 3. kaplanum maður nótt. In John 4, you have a woman of bad reputation who comes by day. Have you seen the contrast? A man, a woman. Good reputation, bad reputation. Comes by night, comes by day. John makes that contrast for you to understand one lesson. Þannig að hann að gera þarna kontrast á milli eitthvað sem með gott orðspor, slæmt orðspor, nótt, dagur, kona, maður. Sorry, Linda. So that you and I can understand. Svo að við getum skilið. Whatever be your needs, whoever you are. Hver sem þörf þín God can meet your needs. þá getur Guð koma á móts við þína þörf. Whether you are a man or a woman, it does not matter. The color of your skin does not matter. Whatever be the type of car you drive, it does not matter. Whatever be the thickness of your bank account, it does not matter. Jesus can meet all your needs, whoever you are. Já, Guð getur komið á móts við ykkar þarfir alveg sama hvaðan þið komið og hver þið eruð. In John 1, what do you need? Í 1. Jóhannesar Guðspjalli, hver þörfin? In John 2, a social need. Jóhannesar Guðspjall 2, þar In John 3, a spiritual need. félagsleg þörf, í 3. kapla In John 4, an emotional need. andleg þörf og svo í 4. kapla tilfinningaleg þörf. We are going to close very soon, so follow me. Nú erum við alveg að fara að ljúka því þau eru aðeins að fylgjast vel með núna. John 5. Nú erum við komin í 5. kaplan. What happens in John 5? Hvað gerist í kapla 5? There was a man who was sick for 48 years. Þar var maður sem var búinn að vera veikur í 48 ár. 38 years he was sick. Hann var búinn að vera veikur í 38 ár. Where was he? Hvar var hann? In a pool, near a pool. Hann var við laug. What was the name of the pool? Hvað var nafnið á lauginni? Bethesda. Hún hét Bethesda laug. In Hebrew, Bethesda means Það þýðir á hebresku. Beit. Beit means house. Já, beit þýðir hús. Like Bet, Lechem, house of bread. Beit means house. Já, hús brauðsins. Esda means mercy, compassion. Og esta þýðir miskun. Here is this man. Listen to that. Hér þessi maður. For 38 years, Þannig var hann búinn að vera í he 38 ár. was sick Hann var veikur in a place called House of Mercy, House of Compassion. Hann var hérna við laug sem að hét hús miskunarinnar. No one showed mercy to him. Og enginn veitti honum miskun. No one showed compassion to him. Enginn var góður við hann. But one day Jesus came. En einn dag kom Jesú. And Jesus will meet his need of physical healing. Og Jesús kom á móts við lækningu, líkamlega lækningu. Do you have people at church who needs to be physically healed?
fólk í kirkju sem þarf lækningu? Jesus is here to meet your needs. Jesús hér til að koma móts við þessa Do þörf. you have people in your community who have the physical need of healing? Fólk í þjóðfélaginu sem hefur þessa þörf? This is how Jesus was fulfilling his mission. He met the needs of people every day. Og hann kom á móts við þarfir á hverjum degi. That's what he did. Þetta var bara það sem hann gerði. And John spent time going through the gospel to show us how Jesus fulfilled God's mission to him. Og Jóhannes talar þetta í sínu Guðspjalli, hvernig Guð kom á móts við þarfir fólks. I want you to remember this message because it is from the word of God. Ég vil að þið munið eftir þessari ræðu því þetta út frá orði Guðs. In John 1, what do you need? Í fyrsta kaplanum, If you are taking notes, this is for you. In John 2, a social need. Hver þörfin? Og í kapla 2, In John 3, a spiritual need. félagsleg þörf. Kapli 3, In John 4, an emotional need. andleg þörf. Kapli 4, In John 5, a physical need of healing. tilfinningaþörf. Kapli 5, þá líkamleg þörf. And I need to end now. Og nú þurfum við að ljúka þessu. John 6. Þá erum við komin í 7. kapla. What happens in John 6? Hvað gerist í kapla 6? They were following Jesus because they wanted a fish sandwich. Þeir fylgdu Jesú að þið vildu fá samloku. Yeah, bread Brauð and fish og fisk. with some little mayonnaise, veganese. Með majónesi, No, not mayonnaise, veganese. með vegan majónesi. You get a fish sandwich, right? Og þá fáið þið So they samloku. were following Jesus because they had a physical need of food. Þeir höfðu þessa þörf fyrir mat. Do you have people in our church that have a physical need of food? Einhver hérna sem þarf á mat að halda? Do you have people where you work who have a physical need of food? Einhver Do you have, sorry, í þjóðfélaginu eða í vinnunni sem hefur þörf fyrir mat? do you have people in your community who have a physical need of food? Einhver þörf í þjóðfélaginu fyrir This slíkt? is how you can fulfill God's mission to you and to me. Og þannig getið þið uppfyllt þessa þörf. By meeting their daily needs. Að koma á móts við daglega þörf. They might not listen to you if you go on the front of the sea and start preaching the gospel. They might not listen to you. En það ekki víst að við myndum hlusta ef við færum bara að tala fagnarrendi við But þetta when fólk. you come and meet their spiritual need, their social need, their emotional need, their physical need of healing, you are being God's hands and God's feet and God's eyes and God's ears wherever He has placed you. Já, þannig að ef að þið komið á móts við allar þessar þarfir, þá eru þið hendur og fætur Jesú, alveg sem að hvar þið eruð. Is it something that our local church can do, what I've shared with you? Þetta eitthvað sem að þessi kirkja getur gert? Is it something that you can do in your community? Þetta eitthvað sem þú getur gert í þínu Is it samfélagi? something that you can do in this church and in other churches where the Lord has placed us? Þetta eitthvað sem að þið getur gert bara það sem að Guð hefur sett ykkur? I have come to your local church today to tell you that I will go on God's mission. Ég hef komin hingað til að segja ykkur að ég ætla að fara í trúboð Guðs. I will go and meet the needs of those who are around me. Og ég mun koma á móts við þarfirnar hjá fólki kringum mig. I will end with an illustration. Mér langar að sýna ykkur dálítið að lokum. We did not talk about this illustration, but I'm sure you will translate very well as you are doing now. Já, hann var ekki búinn að minnast á þetta en hann telur að ég ætti að geta þýtt þetta. I am concluding. Nú er ég að I koma need your með attention totally. niðurlag og takið nú vel eftir. He was a missiologist doing his PhD, his doctorate in mission. Nú hann var að gera guðfræði doktorsritgerðina sína trúboð. So he had his topic of dissertation for his
PhD thesis. og efnið, High profile man, right? og hann var með þetta efni fyrir doktorsritgerðina sína. Let me come close to you so you can. So his topic of dissertation was this one. Og þetta var efnið. Do you know the insect, the ants, the insect? Já, His topic was, do ants like attending church? efnið var, finnst maurum gaman að fara í kirkju. That was his topic for a dissertation in missiology, PhD. Þetta var fyrir doktorsritgerðina hans í guðfræði. Do church like, do ants, the insect, like attending church? Finnst maurum gaman að fara í kirkju. That was, he needed to prove that. Þetta var það sem hann þurfti að Follow me, sanna. you will like this, follow me. Fylgist þið vel með. So he took 45 ants. Hann tók 45 maura He took 15 and he painted them white. og hann málaði 15 hvíta. In the US, this represents the Caucasian, the whites, the Caucasian. Já, hvítu maurarnir þýddu hvíta fólki í Bandaríkjunum. He took 15 ants and he painted them black, Tók svo aðra 15 og málaði þá svarta representing the African American group. sem að merkti svarta sem búi í Bandaríkjunum. He took 15 ants and he painted them red, Og svo málaði hann 15 maura rauða representing the Hispanics in the States. sem að þýddu spænskumælindi í Bandaríkjunum. And then, Linda, he took a board like this, a board Svo tók hann svona eitthvað konar spjald with wood. úr við And follow me, he built a small cathedral, og svo bjó hann til litla kirkju, a miniature, a cathedral. mjög litla kirkju. He built a Adventist church. Og hann byggði þannig aðventkirkju. He built a pagoda where the Buddhists worship. Já, hann bjó til Pagoda where the Buddhists worship. það sem It's the svona church of Buddhists. kirkju fyrir buddista og líka kirkju fyrir kaþólska And he built an ashram where Hindu worship. og líka svona kirkju fyrir hindúa. He built a whole of the Jehovah Witness, whole of the kingdom. He built a small one Og here. svo setti hann kirkju fyrir votta Jehova And he built a small mosque he built. og litla mosku líka. So all these churches were on his board. Og þarna voru allar þessar kirkjur á þessu spjaldi. Are you following me? Thank you. þið að You are a fylgja- good translator. Er það að fylgjast með? How do you know? Now, he let go the first 15 white ants. First- Let them go on the board. Fyrst sleppti hann hvítumörunum. They entered the pagoda and they went out. Þeir fóru inn í þetta pagoda og fóru út úr því. They entered the mosque and they came out. Fóru inn í moskuna og fóru út. They entered the cathedral and they came out. Og fóru inn í kaþólsku kirkjuna og fóru svo út aftur. The white ants, the black ants, the red ants went and left their places of worship. All of them. Allir maurarnir, hvítu, svörtu, rauðu, bara allir litir, bara inn og svo bara bunt út aftur. So his sub conclusion of his thesis was, Þannig að niðurstaðan var ants don't like attending church. að maurar, þeim finnst ekki gaman að fara í kirkju. Ants don't like to go to church. Þeim finnst ekki gaman að fara í kirkju. In the second part of his thesis, Og í öðrum hluta af listen now. ritgerðarinnar, He took a cube of sugar. þá tók hann sykurmóla, He put the sugar cube in the mosque. þá sett hann sykurmólan inn í moskuna. The white, the black, and the red ants, all of them went to worship in the mosque. Og þá fóru hvítu, svörtu og rauðu maurarnir inn í moskuna og tilbáðu þar. They were all Muslims for a few seconds. They all went there to worship. Þeir fóru allir þarna inn og voru múslimar í smá tíma. He removed the sugar, he put it in the Adventist church. Svo fóru hann með sykurmólan inn í aðventkirkjuna. The white, the black, and the red ants, they all went to the Seventh-day Adventist church to worship on Sabbath. Og þarna fóru allir maurarnir inn í aðventkirkjuna og tilbáðu þar á hvíldardegi. He removed the piece of sugar. You know the story by now. He puts it in the pagoda. Og svo fór hann með sykurmólan og sett hann inn í pagoda. Regardless of their color, they all went to worship in the pagoda. Og þeir fóru bara allir þarna inn í pagoda og tilbyðja. Listen to the conclusion of his
thesis. Og hver var svo niðurstaða ritgerðarinnar? Are you ready to the conclusion? Þið tilbúin? Ants, Maurar? Mira, Maurar? worship Tilbiðja in a place á stað where their needs þar sem að þörfum þeirra are met. mætt. Ants Maurar? worship Tilbiðja in a place á stað where their needs þar sem þörfum þeirra mætt. Brothers and sisters, Kæru sískinni, if our church is a church that will attract other people because we are meeting their needs, we are therefore following the mission that Jesus has given to us. Amen? ef að við erum kirkja sem mætum þörfum fólks, þá erum við að gera það sem Jesús vill að við gerum. I want you to remember, Ég vil að þið munið what did we study today? það sem við erum búin að vera að læra í dag. I told you that I will go on God's mission. Ég sagðist alltaf að fara í trúboð Guðs What is God's mission? og hvað það? To seek and save the lost. Fyrir Guði, það að leita og frelsa. How did he do that every day? Hvernig fór hann að þessu og hvernig He degi? met the needs of mankind. Hann mætti þörfum In mannkynsins. John 1, for the In- last time, participate with me. Remind me of what I have just taught you. In John 1, what do you need? In John 2, social need. In John 3, spiritual need. In John 4, emotional need. In John 5, physical need of healing. In John 6, food. Whatever be your needs, Jesus can meet them. Whatever be your need, Jesus is able to meet them. And he expects you and me to be his hand and his feet. Já, í fyrsta kafla Jóhannesar Guðspjalls þar kemur fram við höfum þörf og svo kemur þörfin, andleg þörf og félagsleg þörf og líkamleg þörf lækningu og líkamleg þörf mat og við erum hendur og fætur Jesú og eigum að gera það sem hann einmitt gerði. This is my prayer for you. Þetta bæn mín til ykkar, In our local church here akkurat í þessari and in kirkju our community around. og í samfélaginu. And this is the prayer I also have in my heart for me. Og þetta bæn fyrir mig líka, Wherever the Lord will place me, hvar sem Guð setur mig. I want to go Ég vil fara þangað on his mission. í hans trúboð. May God bless you Megi Guð blessa ykkur as we allow his word þegar við leifum orði to hans seek in our hearts að hvíla í hjarta and okkar bring much fruit for his glory. og bera mikinn ávöxt honum til dýrðar. Amen. Í Jesú nafni, amen. Amen. Takk fyrir þessa kröftugu predikun. Við ætlum að syngja saman síðasta sálminn, sálminn nummer 427, Þú drottinn allra alda. Þú
vil ég biðja ykkur að rísa á fætur og við munum hlýða á blessunar orð. Let's receive the benediction. Við skulum móttaka blessun. Gracious Father, thank you for your word. Gæskur ríki Faðir, við þökkum fyrir orð þitt. Holy Spirit, thank you for being our teacher. Heilagur andi, við þökkum þér fyrir að vera kennari okkar. Thank you, Jesus, that you met the needs of people when you were on this earth. Og við þökkum þér, Jesús, fyrir það að þú mættir þörfum okkar mannsfólkins hér á jörðinni. On behalf of my brothers and sisters, Fyrir hönd bræðra mínu og systra, I pray that you will help us meet the needs of our neighbors as well. þá bið ég þess að þú hjálpar okkur að mæta þörfum nágranna okkar einnig, Of our co-workers at work, samstarfsfélaga okkar of our colleagues where we are, og samstarfsfélaga hvers sem við erum, with our friends at school, með vinum okkar í skóla, wherever you have placed us. hvar sem þú hefur sett okkur. May we go on God's mission. Megum við vera með í þínu trúboði. Again, thank you for the example of Jesus. Við þökkum þér fyrir fyrirmyndina sem Jesús gefur okkur We pray that you will use us as it pleases you. og við byggjum þess að þú megir nota okkur eins og And þér now, hentar. may the grace of our Lord Jesus Christ, Og megir náð Guðs og Jesús Krist the love of God, og kærleikur Guðs and the sweet fellowship of the Holy Spirit og nærvera heilags anda be with us now vera með okkur nú and forevermore, og ávallt. until we see you very soon appearing on the clouds of heaven. Þar til við sjáum þig brátt í skýjum himins, Till this day comes, þar til sá dagur kemur. keep us faithful, please, Lord. Halt okkur trúföstum, kæri Keep us Guð. faithful and close to you, Halt okkur trúföstum og næri þér, because we have prayed því að við höfum beðið þess in the name of Jesus. í Jesú nafni. Amen. 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 This night at 7 o'clock, En það verður smá breyting but there's going to be a change. því að hann, doktor, Jan Harry Kalbunga, hann ætlar að taka við. Því að Dr. Jan Harry Kamungal will do the seminar now on. Og þann verður með fyrsta fyrirlesturinn sinn þá núna í kvöld. And he is going to be having his first lecture tonight. Og það áfram klukkan 7. It's at 7 o'clock as before.
Og í kvöld mjög áhugaverður fyrirlestur það hvernig við getum treyst Biblíunni. We're going to have a very interesting lecture about how we can trust the Bible. Og við munum lesa í Daniel öðrum kafla. We want to read in Daniel chapter 2. Svo ég hvet ykkur til að missa ekki af því. So I encourage you not to miss out on that one. En síðan munum líka verða fróðleiksmólar geðheilbrigði á And undan. we're also going to learn something about mental health. En John Harry, og við segjum alltaf bara fyrstu nöfnin á íslensku, We always say the first names in Icelandic, John Harry. hann sérfræðingur í taugavísindum He is a specialist in neuroscience og starfaði við rannsóknir og kennslu á læknadeild Háskólasjúkrahússins í Louisiana í Sviss. and worked at the hospital of Lausanne. Ef við ekki bjóða hann að koma upp? Hann að predika í Reykjavík Já, núna. ok. En þannig að þess vegna passaði mig að setja mynd. Já, hann sem sagt sérfræðingur í taugavísindum og var að vinna við. He is a specialist in neuroscience and he was working at the doctor's apartment, the medicine apartment of the University of Lausanne in Switzerland. Og ég veit að hann mun segja ykkur betur frá því seinna. He is going to tell you a little bit more about that. En ykkar heyrðu kannski viðtalið við hann á Lindinni í gær. But maybe some of you heard the interview at Linden yesterday, the radio show. En einn daginn þá mætti hann á fyrirlestra. One day he came to a lecture. Og það var maður sem heitir Louis Torres sem var að predika. And there was a man there who was preaching by the name of Pastor Louis Torres. Og stutt eftir það, frá árinu 2021, From the year 2021, þá hætti John Harry að vinna sem sérfræðingur í taugavísindum he stopped working as a specialist by this hospital og gaf lífsitt Guði alfarið og núna bara trúboði fullur starfi allan ársins hring. and totally dedicated his life on working in mission for God. Og ferðast víðsvegar heiminn til að segja öðrum frá, fagna boðskapnum. He travels all over the world to tell the good news about Jesus. Svo erum líka mjög ánægð og glöð að fá að hitta hann. We're also glad to be able to meet him. Og ég sérstaklega glaður því að ég þekki hann áður, hann persónulegur vinur, þannig að þetta ennþá meiri ánægja fyrir okkur. And it's even a bigger pleasure for me because he is a personal friend of mine. Þannig að ég ætla bara að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin að koma klukkan 7 í kvöld. So you're all welcome to come at 7 o'clock tonight. Ekki missa af því. Don't lose out. Og nú skulum við skipta okkur í hvíldarskóladeildir. And let's now go to the Sabbath school.